Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Ég heiti Björn Þorláksson. Hún komin til mín í viðtal, ítarlegt viðtal hér næstu klukkustundir. Kona sem fyrst kvenna gegndi embætti fjármálaráðherra hér á landi. Hún var einnig formaður samfylkingarinnar, fyrrum kennari, skólameistari, skilnaðarbarn, dóttir alkohólista, Suðurnesjakona, prinsippkona, baráttu jaxl. Ég held að mér sé stætt að halda öllu þessu fram. Vertu velkomin, Oddný Guðbjörg Harðardóttir. Takk fyrir. Takk fyrir að koma í Helgi spjall. Ég er spenntur að fá að vita aðeins meira manneskjuna Oddný. Notarðu millinafnið Guðbjörg mikið? Nei, en stundum. Já. Ég skýrði eftir ömmusystur minni sem var dó ung. Já. Og já, þannig hún hét Oddný Guðbjörg. Já, einmitt. Hvar ólstu upp? Ég fæðist nú í Reykjavík bara á sjúkrahúsinu en við áttum heima í garðinum. Já. Og mamma og pabbi byggðu húsið sem þau kölluðu Björg. Og ég kallaði ennþá Björg og ég býja ennþá í því húsi. Ég er ekki enn farin að heiman. Það er svolítið merkilegt. Já, og en þegar ég er 2 ára gömul, þá förum við á Lórónstöðun á Gufuskálum, þar sem að pabbi réði sig sem vélamann. Já. Og við vorum fyrsta íslenska fjölskylda sem var þar. Nú. Og það voru indjánar mættir til þess að byggja stóra mastrið sem er þarna. Já. Já, og þarna voru við í 6 ár. Já. Og alveg yndislegt bara. Og mamma var heima og pabbi vann þarna í stöðinni. Já. Og svo og ég fyrsta árið í grunnskóla er ég ég er í fyrsta bekk sem sett á Hellisandi. Já. Og svo þegar 8 ára þá flytjum við aftur og flytjum aftur bara inn í Björkina. Já. Og já, og svo bara hef ég næstu því alltaf átt heima þar með örfáum svona undatekningum. Já. En þessi tími þarna sem þú minnist á, þetta voru góð ár. Já, þetta var svolítið svona lokað samfélag. Fyrst var bara ein blokk, mér minnir að það hafa verið 6 eða 8 íbúðir. Já. Og svo var önnur byggð og svo þriðja. Já. Og þessi fyrsta, og ég held að þessi númer 2 líka, það voru jafnaði við jörðu út af asbest. Það voru einangraði með asbest og ég hef stundum verið að velta því fyrir mér og ég hef ekkert vísindalegt fyrir mér í því. Nei. En í þessar fyrstu blokk bjó fólk sem í hverri íbúð var einhver sem dó fyrir 50 úr krabbamenni. Hvað segir? En það var ýmislegt, það var brjóstakrabbamein, heilakrabbamein, lúnakrabbamein, skilur, það var ekki alltaf það sama. Nei. Mér finnst það svolítið merkilegt, en þetta hefur aldrei verið rannsakað. Nei. Það er einmitt svo margt aftur í tíman sem að náttúrulega voru ekki tök á að rannsaka. Já. Og svona ýmislegt bæði hvað varðar sálina og líkamlegt umhverfi sem að maður einmitt bara stundu veltir í fyrir sér hvort maður vilji að sé rannsakað. Já, það er svo annað mál. Já. En þetta var svona, það var fullt af börnum, fullt af ungu fólki og þetta var svona, það var samheldni og okkur leið vel. Já. Þú ert fædd 57, er ekki rétt hjá mér? Jú. Þetta er náttúrulega tíma þar sem að hefði unga Ísland rís, bjartsýnt og þróttmikið. Já. Já, mér finnst svolítið forréttindi að ég er fæddur nokkrum árum eftir þér en mér finnst ég hafa verið mjög heppin með Íslandssöguna. Andrúmsloftið hér á landi, hvað var mikill þróttur, bjartsýni, framfarir. Já. Deilirðu því með mér? Já, algjörlega en við liðum náttúrulega líka mikil verðbólgu ár. Já, vissulega. Þegar og það var til dæmis þegar mamma og pabbi að byggja Björkina 1954 þá var svona kreppuástand þannig að það var
þú veist, þetta 80 fermetra hús með valmaþaki eins og mátti byggja þá. Já. Og það voru dúkkað með grjóti náttúrulega og járnabyrningar undir gluggum. Já. Og það mátti ekki vera járnabilding í loftplötunni. En pabbi stalsti þess að því hann dreymdi að geta byggt ofan á björkina og þess vegna gátu við byggt ofan á síðar sko. En hérna, það var bara 10 cm loftplata en það var járnabinding þannig að það var hægt að halda áfram. Já. Þannig að þetta voru líka svona ef við vorum þarna á leiðinni að verða rík þjóð. Já. Og guð mig góður sko hvað maður sætti sig við lítið og hvað maður glæddist yfir litlu. Já. Að hérna maður svona stundum hálf saknar þess tíma næjuseminnar og hófs og stundum finnst mann að þakklætið hafi bara verið meira þegar maður hafið minna sko. En það voru atriði í þínum uppvexti Oddný sem sagt kannski að einhver leyti skilgreindu þig eða höfðu áhrif á það svona hvernig þú þróað sem einstaklingur. Pabbiðinn sem sagt, hann drakk á tímabili illa, var það ekki? Jú. Og hvernig var það að eiga pappa sem var alki? Sko pabbi var náttúrulega rosalega góður maður og klár maður og lék allt í höndunum á honum og allt það en hann tók túra. Tók túra. Og og lét sig hverfa. Já. Og gjarna með þá peninga sem til voru á heimilinu. Já. Þannig að þetta var það segir sig sjálft, það gekk ýmislegt á. Já. Og það enda með því að þau skilja. Já. Og þá var ég 12 ára og Dæja systir mín 8 ára og Jenna, eldri systir mín 16. Já. Og þetta var það hún sem að vissi okkur var meira hlíft sko, yngri systrónum. Já. Hún svona var þessi ábyrga alvöru gefna sko sem að vissi meira en við en eins og ég elskaði pappa minn mikið að þá létti mér þegar hann fór. Já, því trúi ég. Að það bara var svona það var bara betra, við værum bara þarna 4. Já. Mamma með okkur 3 ár og já, þannig að það er ekki gaman að segja það en það var samt þannig. Og síðan átti hann erfið ár en hættir svo að drekka þá var ég 5 árum seinna 7 árum seinna, ég er 19 ára þegar hann hættir að drekka og hann kynnist góðri konu og þau gifta sig árið seinna og það var hún er enn á lífi, Erna Hartmannsdóttir hún pabbi dó 2012 þegar ég var bara búin að vera fjármálaráðherra í einhverjar 3 vikur. Nei, hvað segir? Já. En en ég vil bara segja hana Ernu, hún var ekki bara happafengur fyrir pappa, heldur líka fyrir okkur. Já, af því hún kom á svona samskiptum sem hefði dottið niður á meðan hann var einn sko. Og já, þannig að hún var og er góð kona. Já, þessi saga hún hafði einhvern veginn slitnað í sundur á milli þín og pappa þins. Já, það var óskup lítið samband þarna á milli. Mér langar aðeins að ræða meira við þig tíman þegar pappi þinn er að drekka. Ég get ímyndað mér að svona þessi linnulausu veðrabrigði sem fylgjaði fyrir mömmu þína að stundum á hún mann sem hún getur treyst og er einmitt, þú segir hann hafi verið góður maður og enginn efast það að alkar eru náttúrulega oft alveg einstök góðmenni milli þess sem að þeir missa alla stjórn og þetta sko upp á traust og upp á samskipti og biðin þegar hann er úti einhvers staðar, enginn veit hvað hann er og löngum túr og svo kemur hann aftur tilbaka og það hlýtur að vera óbærilega spenna á heimilinu, ekki satt? Jú, það var það sko og ég man eftir þegar ég sá mömmu sko gráta í fyrsta sinn ég ætla nú ekki að fara að gráta í viðtalinu sko stundum hefur mann enga stjórn á því að rifja þetta upp já, trúi því
En já. Þannig eins og ég segi, þegar að hann fer, að þá svona létti á spennunni. Já. Voru þínar tilfinningar til pabba þíns alltaf þær sömu eða varstu farin að sjá hann í svipuðu ljósi og mamma þín að þetta væri? Já, svona undir lokin Já. Svo líka bara, þú veist, ég man eftir að hafa komið með biblíuna til hans, þá ég verið svona 11 ára kannski. Já. Og bað hann að sverja að gera þetta aldrei aftur. Já. Og hann gerði það. Var það? En hann gerði þetta samt aftur. Já, þannig að þetta var svona Soren sveik. Já, þannig að það þessna finnst mér auðvitað mjög mikilvægt að það sé góð meðferðarúrræði og haldi vel utan veikan einstakling, alkoholistan, en það skiptir miklu máli að halda líka utan börnin og makan. Já. Sem auðvitað var ekkert gert þarna, Það var meira, mamma var svona hörkutól og skemmtileg og kjaftfor kona. Já. Á meðan pabbi var svona meira svona tippa feiminn maður. Já. Og og hún auðvitað, þú veist, væst ekki okkur, hún sá allt gengi vel. Já. Þó að við höfum stundum haft lítið á aurum. Já. En hún drakk aldrei áfengi. Nei. Og hún sagði, þið verðið að vera almennilegar stelpur. Því að ég ein með ykkur og það vakað yfir okkur. Ég þarf að vinna mikið. Og þið megið ekki haga ykkur þannig að þá kom ykkur höggstaður á þessa fjölskyldu. Og við pössuðum það bara. Jenna systir var eins og ég segði að hún var svona ábyrg og alveg gefinn og svona tugtaði okkur til yngri. Ég sá að koma með verðlaunabækurnar heim úr skólanum. Þannig að það var bara það var allt í lagi með þessa fjölskyldu að því leyti og við vorum allar góðir námsmenn svo sem. Og svo var Dæja systir, hún var skemmtilega barnið sem að hélt upp í fjörunu. Þannig að það eins og í alkoholistu fjölskyldum. Það eru svona börnin taka ákveðin hlutverk. Já. Og við varum ekkert öðruvísi. Nei. En það voru stundum voru til peningar og stundum ekki. Mamma vann í frystihúsinu og svo saumaði hún á fólk föt á kvöldinu helgar. Langur vinnudagur. Já, og hún lærði að sníða hún ekki nema 35 ára þegar þau skilja og hún keyrði til Reykjavíkur og lærði að sníða hjá Paff Já. þegar þau voru nýskilin og ef það voru fermingar eða eitthvað stóð til í þorpinu þá bara saumaði mamma bæði á konurnar og krakkana. Já. Og okkur náttúrulega en ég hafði fengið að læra á píanó. Já. Og mamma og pabbi kaupa píanó þegar við komum frá Guðuskálum. En það auðvitað kostaði pening og þegar ég átti að fara að skrá í skólan þegar ég á 13. aldursári þá segir mamma því miður bara við eigum ekki peninga. Þú verður að sleppa þessu núna. Og ég fór náttúrulega að grenja. Og það þýtti ekkert, það kom ekkert meiri peninga þó ég grenjaði, en það endaði með því ég fór til ömmu minnar og grenjaði þar og hún borgaði skólagjaldi fyrir mig. Já, var það? Já. Ég var fann að óttast að þessi saga hefði endað þannig að þið þurftu að selja frá okkur píanó. Nei, og ég á þetta píanó ennþá Æ, fallegt. Og núna borga ég fyrir barnabörnin mín, ég á 4 barnabörn, 2 þeirra í tónlistarnámi og ég borga reikningin. Þó foreldrarnir hafa alveg efnaði, Ég amman sem að setja þess að börnin fari í tónlistarskóla. Einmitt. Borga tilbaka. Já. Og sama var þegar ég fór og Núpi dýraferði í landspróf. Já. Ekki að því ég væri vandræðaólingur, það var svo langt frá því. En þú tekur það fram vegna þess að það var algengt? Já, einmitt. Og ég kynntist þar góðu fólki sem hafði einmitt verið sendt vestur og var bara í fínu standi fyrir vestan og eitthvað hefði gengið á í höfuborginni.
En svo þegar ég kem tilbaka þá ætlaði ég að fara í menntaskóla en það stóð aldrei annað til sko. Og var búin að fara inn í menntaskólanum á Laugarvatni. En svo þegar reikningurinn kom það veist að borga í mötuneytið og það var fyrir þvottar og heima, þú veist að þetta var stór reikningur sem að koma og þú veist að borga fyrirfram og mamma átti ekki peninga. Það voru góður á dýr og það enda með því að ég fer í menntaskólanum við Tjörnina og fæ að gista heima hjá vinni mínum sem var á Núpi. Ég fekk að vera í herberginu hans hjá góðu fólki. Já. Það var ekki mulið ofan í þig, þú þurftir að hafa fyrir. Já. Og svo þegar ég fór svo og þarna var náttúrulega ekki sko á fyrsta árinu í framhaldsskóla þá var ég náttúrulega hjá þessu góða fólki og ég gat hringt heim og allt þetta og fekk að borða og svona. En síðan árið þar og eftir þá leigi ég á Skeggigötunni, kjallara íbúð og sem að mamma hafði einhvern veginn komist í kynni við fólk sem átti þarna. Það var pínlítið herbergi og pínlítið eldhús og klósett. Og mamma var með svo miklu innilokunarkennd og hún gat aldrei komið inn í herbergi sem ég gist í af því hún sagði að þetta væri eins og líkkista. Gat ekki. En þá var ég bara þarna ein 17 ára gömul myrkfærin lítil stelpa sko í Reykjavík. Þannig að það var svolítið og svo árið þar og eftir þá sá ég í blaði að það var óskað eftir einhverjum til að lesa með dreng sem var í landsprófi upp á frítt húsnæði. Og ég fór og sótt það og fekk það. Fjölskylda með betri efnahag. Já. Og en þetta var samt sko þetta voru ekki sumir segja að sko bestu árin séu árin í framhaldsskóla en það voru ekki bestu árin mín. Það var ekkert engin rómatík yfir því að vera svona aleinn í Reykjavík og rata valla sko. Leiðir þú komst í skólan og horfðir á bekkjarsystkini þín að þú værir einhverju leyti utangars vegna félagsstöðu þinnar? Ég held ég hafi nú aldrei upplifað mig utangars. Hvergi nokkuð staðar. En ég var kannski ekki alveg eins. Nei. Og og ég svona hef alltaf verið lengi að kynnast fólki. Það tekur mig tíma. Og það var eins þarna. Ég byrjaði í menntaskólanum í Tjörnina og svo fór ég inn í frystihúsinu bara yfir sumartímann í garðinum og þar kemur stelpa úr Reykjavík Sigrún Bragadóttir sem ég var svo skemmtileg og klár og ég vildi og við erum mjög góða vinkonur og erum það enn í dag. Og hún var að fara í aðfarnám Kennaraháskólans sem að þá var, þú veist, aðfarnámi var svona deg og þetta var síðasti árgangurinn. Það var Kennaraháskólinn var byrjaði sem sagt. Svo ég það væri nú gaman að vera með henni bara í bekk og halda áfram að umgangast hana hverjum degi. Svo ég fór í sparifötin og labbaði upp í kennaraskóla og bankaði upp hjá konrektor og spurði hvort ég mætti ekki bara hvort hann geti ekki bara innrita mig til skólan hafa átt að byrja bara daginn eftir sko. Jú, hann var til í það og þaðan er ég sem sagt stúdent frá. Og áttir eftir að finna fjöluna þína vel í þessu. Já, kynntist það mjög góðu fólki. En þetta er ennþá ástæða fyrir skólasókn, hvaða skóla ungt fólk velur. Það er ennþá þannig að einhver fylgir í vini sínum í einhvern skóla og svona. En það er sko, það sem ég ætlaði að segja og ástæðan fyrir ég fór að rifja þetta upp er að þessna skil ég svo vel mikilvægi þess að það sé gott aðgengi að framhaldsskóla. Og
Fjölbrautaskóla Suðurnesja, hann nú stofnaður 1976, þannig ég skipti ekkert yfir, þú veist, ég útskrifast 77, veist útspróf. En bara það að úlingarnir geti verið heima hjá sér, þó það sé ekki nema fyrstu 2 árin eða svo. Það er bara mikil forvörn í því, þetta hættuleg ár. Ég veit það. Og ég fór sjálfur ekkert mjög vel út úr því að slíta rætur við mitt uppvaxtarsvæði og vera komin inn og heimavist með alls konar fólki þar sem að einmitt maður lifði mjög hættulegu lífi. Já. Það er, ég held að ég hef bara verið mjög heppin, sko, slopp bara mjög vel með það að vera alein en og þess vegna finnst mér, hef ég aðhyllst á skólapólitík að vera með skóla út úr landið, bæði vegna þess að aðgengja menntun, eykur menntunarstig á svæðinu, en líka bara svo að úlingarnir geti verið heima hjá sig sem lengst. Það er bæði andleg og líkamleg heilsa sem þar undir hjá þeim. Já. Og það þarf að horfa á það og ekki að horfa bara á reksturinn. Nei. Þó að hann geti gengið illa í litlum skólum út úr landið. Einmitt. Þessi vinkona þín sem þú nefndir áðan, það getur breytt ansi miklu í lífum að eignast góðan vin. Já. Þú reynt að sterta á ein skinni þarna. Já. Og það var náttúrulega ekki bara hún, fjölskyldan hennar tók mér vel. Já, einmitt. Og og ég var, þú veist að, mamma átti, sko, það var náttúrulega ekki alltaf, hún stundum stóð betur á en á þessum tíma stóð ekki mjög vel á. Þannig að þegar ég bjóð að Skeggjagutunni þá var mjólkubúð á Rauðarárstígnum og kjörbúr við hliðina og ég lifði á ananaskýri hennar vetur og ég hef stundum sagt frá því að einhvern tíma var ég sársöng og langaði ekki lengur í ananaskýr. Ég gæti ekki borða ananaskýr þó ég hefði ekkert annað. Það skilji vel. Og nema ég fyrir kjörbúðuna og ég kem að kassanum og segi ég ætla að fá eina pulsu. Og konan segi ég get ekki selt þér eina pulsu, þú verður að kaupa pakkan. Og ég átti ekki fyrir pakkan. Og ég alveg bara, ég trúi þig ekki. Og fyrir eitthvað svona telja krónundan sem ég var með og hún sagði býta aðeins, svo náði henni skæri og klifta pakkan og lét mig hafa eina pulsu. Þessi góða kona. Og rukkaði þig kannski ekkert mikið fyrir hann? Nei. Sennilega hefur hún bara keypt pakkan sér, ég veit ekki. Já, mjög ekki ólíklegt. Allavega hún gerði þetta svona og þetta var ekki bara þetta eina skipti. Nei. Þannig að nokkur sinnum kom ég og keypti eina pulsu. Já, það er svo margt gott fólk. Já. Og hún spurði aldrei neitt. Nei, sem við vitum ekkert af og aldrei eru sagðar sögur af þessar ósýnilegu bæði kundagssetjur og einmitt fólk fullt af gæsku og stíður og fólk sem á kannski ekkert vona á að hitta aftur. Bara, þú veist, við erum alltaf að tala það sem miður fyrir samfélagin en það er svo gott að rifja upp hvað er margt gott fólk algjörlega. Til. Já. Sko, í minni sveit, Mývatnssveit, þá voru fáir skilnaðir. Já. En það voru hins vegar að mínum að mörg vond hjónabönd. Það sem að fólk eiginlega bara barði höfðinu í steinin, sko, áratug eftir áratug, þótt ljóst væri að það átti ekkert sameiginlegt og hefði ekki búið saman í dag. En mér dettur í hug, sko, að fylgdi þessu einhver fannst þér svona samfélagsleg stimplun að vera skilnaðarbarn? Ég upplifa það ekki. Nei, þetta kannski hefur verið líka mismunandi bara eftir héröðum og... Já, en kannski bara hafa það ekki áhrif á mig. Ég man ekki eftir að mér fundist það. Við líka við byggum við svo vel að neðar við alvegjaran bjó amma mín og afi sem voru afskaplega góð við okkur. Og ég hef minnist ömmu minnar Tómasínu
Oddsdóttur með svo mikill hlýju. Hún lifði nú alveg til ásins 2003, þannig að stelpuna mínar kynntust henni þegar voru litlar. En hún var svona kona sem var aldrei, ég held hún hafi aldrei skammað mig. Hún var alltaf góð. Og það var bara steinsnar frá, þannig að við getum alltaf hlaupið þangað við eitthvað bjátað á, þannig að það var aldrei... Það var alltaf skjól. Alltaf skjól. Það skiptir rosalega miklu. Og svo var amma mín í Garður sem hún náttúrulega heima í útgarðinum og maður hljópa ekkert þangað, sko. En en þar var líka skjól. Og hún á gott að koma í Garðhús til ömmu Garðhúsum og afa, og amma var mjög músikólsk og leiði mann að spila orgelið og ég var nýrnaveikur krakki, sko. Og var stundum svolítið dösuð á lyfjónum og þá fór ég stundum bara til ömmu Garðhúsum og fekk að spila orgelið og lesa. Og afburðanámsmanneskja. Já, ég var gáfa barn, þó það hafa nú elst svolítið af mér. Hvað segir það? Nei, ég segi svona. Kannski... En kannski, sko, af því þú varst að tala hlutverkin áðan, það hefur kannski verið svona hvati fyrir þig að sýna sjálfur að þú getur verið góð í einhverju og lagt hartaði við námið til þess að líka að eins og mamma þinn bara bað ykkur að vera til fyrirmyndar. Já. En það hefur legið vel við þér námið. Já. Svo var ég náttúrulega kærlausari þegar ég var úlingur. Já, fylgir það og gerði skvísa. Var það? Nei. Varstu skvísa? Nei, en maður fór svona að hugsa Nú er svolítið skvísa í dag. Já. Mjög ungleg og skvísa. Já, það gaf ég það. Nei, svona, þú veist, ég hætti að læra píanó þegar ég var þarna fór hún upp. Já. Og svona hætti, maður fór að hugsa einhver aðra hluti, varð ekki eins miklum tíma í námsbækurnar. Nei. Tókstu engan þátt í stjórnmálastarfi sem ung kona? Nei, en ég tók þátt í skólafélaginu í kennaraskólanum. Já, félagsmálin þau Já. Þú varst snemma svona virk eða lesti varða. Já. Ég held að sko pabbi var mikill krati og föðurfjölskyldan öll. Þannig að það var mikið talað pólitík á mínu heimili. Mamma náttúrulega mjög vinstrisinnu líka. Já. Og mamma hafði svo gaman að því að svona móður fjölskyldan var nú svona frekar hægra megin í tilverunni. Okay. Og hún hafði svo gaman að því að tala pólitík við sérstaklega einn bróður sinn sem var mjög hægri sinnaður. Og við áttum okkur alltaf á því að það væru komið kosningar þegar að vilja hætta heimsækja mömmu. Já. En já, þannig að amma mín á Meðastöðum, hún til dæmis sagði alltaf ef að Jóhanna Sigurðardóttir var að tala annarkvort í útvarpi eða sjónvarpi, þá sussaði hún á barnaskaran. Svona, hlustið á hún á Jóhannu, heyriði hvað Jóhanna að segja. Já. Og ég hélt þess vegna að Jóhanna væri frænka mín. Já. Og ég hélt að væri frænka mín. Já. Alveg þangað til ég settist á þing. Ég bara hélt það. Já. Og ég sagði stelpunum mínum að Jóhanna Sigurðardóttir væri nú frænka okkar. Já. Rifjaði nú aðeins upp fyrir svona yngri áhöröndum í hvaða hlutverki Jóhanna Sigurðardóttir var þá í útvarpinu? Hún var náttúrulega, hún var í Alþýðuflokknum. Já. Er hún þá orðin þingkona á þessum tíma? Orðin þingkona. Er þetta tíminn áður en Þarna er hún orðin þingkona, sko. Já. Þegar að sussa á okkur, sko. Já. Og Og fannst upplifðu það sem svolítið einstakarödd? Já, þetta var náttúrulega stjórnmálumann sem ég hlustaði á að því amma sagði okkur að gera það. Já. En svona eftir á að hyggja var Já. Og það er náttúrulega ekkert mjög margar konur bara yfir höfuð í pólitíkinni á þessu tíma. Þá voru nú bara mjög fáar konur, sko. Og ég held að það hefur verið 3 ár þarna þegar Jóhanna er á þingi. Og svo til dæmis mamma, þegar voru eldhúsdagsumræður, það var alltaf svona heilustund, sko. Og við
settust við sjónvarpið og fylgdust með útvarpið eftir hvort var í boði og mamma var eitthvað að sýsla, ég man eftir því hún var eitthvað að sýsla eitthvað inn í eldhúsi og kallar í okkur og sagði kallið í mig þegar að bensi minn fer að tala hún vildi bara hlusta á hann Benedikt Gröndal, hann hætti ekki að hlusta á hérna þannig að það var svona pólitískt uppeldi. Já, ég meina pabbi var mikill Óla Jó maður sko. Já. Bara ef Óli Jó var að segja eitthvað þá bara það var að vera dúnalogn á heimilinu allt gull sem ratt af örum Óla Jó. En aðeins með Jóhunu þegar svo pabbi var svo glaður þegar ég fer svo í framboð fyrir Samfylkinguna og mjög stoltur af þessu og svo segi ég eitthvað svona við hann það er líka svolítið gaman að því að við skulum vera þarna frænkurnar saman í þingflokki og hann segi nú er eitthvað frænka okkar þarna? Ég segi já Jóhanna hún er ekki frænka ég segi þannig að þetta var svona hún var Jóhanna fyrrum frænka núna. Já, einmitt skemmtilegt og þið áttu heldur betur eftir að hristast saman. Já sko þú ákvaðst að fara í menntamálin þú útskrifast semst úr Kennaraháskólanum hvað gerir svo? Já, ég útskrifast 1980 og þá við Eiríkurs sem sagt kynnum hann nú til sögunar nú kynnum við hann til sögunar hann þegar það var sem sagt í september 10. september 1976 sem ég fer í Stapan og Lonely Blue Bus voru að spila því líka uppskrift að hamingju og þar hitti ég þennan 25 ára gamla Keflvíking og mér fannst náttúrulega vera gamalmenni 6 ára þessum tíma var heilmikið já, það tölvöld en síðan höfum við nú verið saman meira og minna það var svona með stuttum hléum í næstu 50 ár Magnað, myndirðu segja að þetta hefði verið ást við fyrstu sín? Nei ég held það nú ekki en svona okkur þóttu gaman að tala saman og mér fannst hann líka svo gáður já, ég var sérstaklega hrifin af því og skemmtilegur já og við sem sagt, hann hafði klárað 2 árum mamma sem sagt í Kennaraháskólanum þegar ég í aðfarnanáminu við kynnist þá og hann klárar síðan og fyrir að kenna í Hlíðaskólanum og þegar ég búin þá sækjum við í Laugalandi í Holtum Laugalandsskóli í Holtum 1980 og ég man að Hekla var að gjósa þegar við keyrum yfir Kampan og ég sé eldgosi og ég svo hvað minn almáttur á hvaða svæði erum við að fara nema að svo bara við ætlum bara að vera þarna kennarar og svo hættir skólastjórn að enda með því að Eirík verður skólastjóri og ég kenni þarna starffræði og eðlisfræði í úlingadeildunum og svo krökkum í fyrsta bekk að lesa og við erum þarna í 3 ár alveg 3 góð ár og áttum eignuðu skoðavinni þarna en þarna erum við barnlaus þannig að skólinn var bara barnið okkar við vorum bara alltaf að hugsa nemendur og hvernig við getum einhvern veginn náð betri árangur með þeim Fannst Eiríki þú ekki líka frekar gáfuð bara og skemmtileg? Ég man það ekki en við allavega erum með þá saman Við erum það saman það er alltaf ákveðið afrek Já Þannig að á þessum tíma þá þótti þetta bara heilmikil menntun að vera orðin kennari er það ekki? Já. Og ekki sjálfgefið þetta var líka bara góður pappír ég held að mömmu fannst það að voða mikilvægt sko, að ég og við og lagði áherslu að það við myndum Jenna systir var líka kennari var handhafunarkennari en af því að Jenna var kennari og var alltaf svo ströng við mig þegar hún var að hlýða mér yfir hún var kannski ekki rosalega sæl á þessum tíma í kennslu þannig ég var svona að hugsa hvort ég ætti kannski að gera eitthvað annað þegar ég á öðru ári í Kennaraháskólanum
og ég skráði mjög lögfræði. Já. Lögfræðin átti að byrja 1 mánuð seinna held ég, heldur en kennaraháskólinn, þannig að ég byrjaði að byrja kennaraháskólanum og var svona að hugsa svo var ég í 2 mánuði bæði í lögfræði og í kennaraháskólanum. Varstu í stjórnskipunarrétti, sifjarétti og fílunni, heimspekilega forspjálsvísindum. Já. Varstu að tala mann sem að leita þarna við líka? Nú, já. Nokkrum mánuð síðar. En svo þegar kom að ég þurfti að fara að taka ákvörðun, sko, það var að koma alls konar verkefnum og prófum og ég gæti ekki verið í báðum skólunum. Nei. Þá var ég fyrir svona félagslegum þrýstingi. Vinir mínir 3 úr kennarháskólanum buðu mér í bíltúr og keyptu ís í sjoppunni í Garðabæ og keyrðu svo út á Álftanes og stoppuðu bílinn. Og mér er þetta svo minnistætt, sko, þegar þeir voru í framsætinu, ég var í aftursætinu og annar vinur minn, þegar þeir sneru sig við og bílstjórinn sagði: Oddný, ertu virkilega vissum að þið langi til að vera rukkari? Og þeir máluðu upp þessa mynd að lögfræðingum, það verður náttúrulega lítið fyrir mig að gera sem lögfræðingana en að vera rukkari, og hvort það verður ekki skemmtilegra að hjálpa börnum að eiga betri framtíð og meiri möguleika og þeir köftuðu mig til og ég hætti lögfræðin og kláraði kennaraskólan. Já, ég nefnilega, sko, í dag finnst manni svolítið að það séu einsleitari hugmyndir hvað þykir eftirsóknarvert. En ég man alltaf að ég var í svona listamannaklíku þegar ég var í mentó og við einmitt litum rosalega niður á sumarstéttir eins og lögfræðinga og vorkendu þeim mikið. Já. Því fólki sem að þurfti að vinna við þetta. Þannig að það var svona meiri, það var svona, ég veit ekki, við getum ekki kallað þetta beinni stéttastríð en það var svona, það var meiri fjölbreytileiki í því svona, finnst mér stundu þegar ég hugsa aftur hvað fólki fannst ein stétt og hvernig það stilt upp öðrum stéttum. Já, nákvæmlega. En eldri dóttir mín, hún er lögmaður, sko, hún valdi þessu leið. Já, en það náttúrulega alveg frábært námöruglega og frábær menntun. Já. Sko, hvað ég var að lesa aðeins þig á internetinu þegar ég var að búa mig undir þetta spjall og þú sem sagt ferð að kenna og meðal annars þá kendir þið fyrir norðan menntaskólanum á Akureyri einn vetur. Hvenær var það? Það var veturinn 93-94 minni mig. Já. Hvað ættu þá búin að vera að gera í milltíðinni? Já, ég sem sagt, þegar við flytjum frá Laugalandi þá fekk ég vinnu í Myllubakkaskóla, kendi þar krökkum að lesa og var þar í 2 ár. Þegar að Gísli Torfason vinur minn sem kendi starffræði við Fjölbrautaskólann og hann hafði eitthvað tíma verið að hjálpa mér þegar ég var að læra starffræði og eðlisfræði og hann vissi ég kunni eitthvað fyrir mér í þessu og hann kemur og biður mig og sækja mig í Fjölbrautaskólann. Það var 1985 og sem ég gerði og kendi þarna og við kendum saman starffræði í þennan tíma. Síðan sóttu við Eiríkur og Eiríkur var þá skólastjóri í Garðinum og við sóttum bæði námsleyfi fyrir þennan vetur 93-94 en ég fekk ekki námsleyfi en hann fekk það. Og hann fyrir til Glasgow og ég var svona hálf kvíðin að ég var að vinna í Keflavík og stelpunnar í skóli í Garðinum 7 og 9 ára gamlar og svona ég var að hugsa hvernig ég ætti nú að púsla þessu einn saman en ég var í stjórnendanámi sem sagt meðfram starfi skólastjórnun og þar var Tryggvi Gíslason líka og Valdimar Gunnarsson sem var Íslandsfræðingur. Já. Og og það er útskriftapartí og þetta er fallegur sumardagur og og hann Tryggvi eitthvað að segja að hann sé bara svo miklu vandræðum, hann vantir svo starffræðikennara að það sé bara allt í tjóni, hann veit ekki hvernig hann er að geta græja veturinn og ég segi bara einhvern veginn svona, heyrðu, á ég ekki bara að koma?
og hann alveg, jú. Og ég segi, ef ég fæ stundatöflur sem eins og stundatöfla stelplana minna, þá kem ég. Já. 2 stelpur. Já. Og það bara verður úr að við pökkum, ég fekk orlofsíbúð, leigði orlofsíbúð með húsgögnum og öllu. Þannig að ég pakkaði bara niður jólaskrautinu og Barbie-dótinu og einhverjum fötum og við bara brunum norður. Þær voru í Lundaskóla og ég kendi í MA. Já, þetta er Glasgow ár Eiríks. Já. Þetta kallar maður að grípa gæsirnar og... Þetta var ævintýri. Og kannski hefði ég ekkert farin nema að Dæja systir náttúrulega bjó fyrir norðan. Já, þannig að þú vissir að þú hefðir svona einhverja Já, og það var líka góð hugmynd út af því, sko. En þetta var að veri... Mér finnst líka svo... Fjölbrautaskóli Suðurnes er náttúrulega mjög góður skóli en bara allt annar gerð heldur en menntaskólinn. Jú. Hinn byggir náttúrulega svo gamalli hefð. Já, og ég lærði svo margt af því að bara skólabrægin sem ég gat síðan reynt að flytja yfir í Fjölbraut þegar félagslífið er náttúrulega magnað og það sko hvað einhvern veginn ítök nemenda í skólanum eru mikil söngurinn og öll þessi starfsemi sem á sér stað. Ég flutti það inn frá Emma, söngsal. Já, frábært, skemmtilegt. Ég útskrifast frá Emma 1985. Ég er mjög þakkláttur fyrir þann tíma þótt ég hafi svona farið villur vegar svolítið í því að lifa aðeins og hratt og árun og heimavistinni hafi verið svona varasamur tími og allt það. Frábært nám, æðislegir kennarar, margt gott veganestið. En ég hef svona aðeins verið að tipla því í seinni tíð þegar ég hef verið að horfa aftur að drykkjuskapur kennara. Í menntaskólanum á Akureyri var töluverður og ekki til sóma, sko. Hvað var það í sumt? Var runnið að mönnum árið þessum að... Það var sko greinlega búið að þurrka allt upp þegar ég kom að ná. Þurrka allt upp þegar þú kemur að... Þannig að það var ekki neitt slíkt, sko. Nei. Ég heldur að Tryggvi hafi tekið svolítið á þessum málum þegar hann kemur. Jú, en Tryggvi þetta var samt í hans tíð, sko. Já. Og sumar þessara sagna eru alveg ótrúlega, sko. Það var alltaf einn kennari sem mætti iðulega drukkinn og kendi erlent tungumál sem byggir mjög á framburði. Og ef hann var ekki drukkinn eða einhvern veginn lyfjuð þá ég bara held því fram og hún annarkvæmt verið drukkin eða lyfjuð eiginlega alltaf þegar hún mætti og hún hafði fyrir sig að hún leyfði bara 6 efstu í stafrófsröðinni að lesa og svo var tekið 50% munnlegt próf í þessu tungumáli eftir eina önn og allir sem að hétu Emil eða eitthvað og neðar í stafrófsröðinni þeir eru aldrei fengið neina þjálfunni því að lesa upp. En ég var svo heppinn að heita Björn, þannig að ég var einn af þessum 5 eða 6 sem ég fekk alltaf að lesa upp. Bara svona eitt dæmi. Já. Svo voru, sko, það voru óvenjuleg það voru, sko, samskipti nemenda og kennara. Já. Þau voru oft mjög mikil. Og það er og stundum duttu kennarar og nemendur í það saman og stund formaður og heimsótti kennara og með flösku af brennivíni og reyndi að fiska upp og prófspurningar morgundagsins en það er sennilega ekki títt þetta var liðin tíð þegar ég var þarna. Já. En ég er ekki að segja að þetta hafi verið mjög almennt en þetta eru samt einhverjir 3-4 kennarar kannski einu á önn sem eiga við mikið áfengisvandamál að stríða. Já. Og af því að þú ert búin að nefna pappa þinn þá mér verður oft hugsað til þess hvað það voru í rauninni margir sko í alls konar stöðum í samfélaginu bara sósaðir af áfengi á öldinni sem leið. Og það var ekkert verið að sko það sem hefði þótt brottrekstrarsök og forsíðu frétt í blöðum í dag það var bara svona pst. Já, ég manni mitt eftir því þegar
ég vildi fara á Núp í Dýrafirði í Dýrafirði þá hefði ég getað að fara í landspróf í Keflavík en ég segi að það kemur ekki til greina að ég fari því ég heyrði svo mikla fyllirísugur af kennurunum og aðalástæðan fyrir því ég vildi ekki fara að það var einhver frænka mín sem sagði að það væri gömul brennivínslykt að minnst okkurstu 3 kennurum að á hverjum degi. Já, gömul brennivínslykt, maður veit alveg hvaða lykt það maður hefur fundið út úr öðru fólki. Þannig að kannski var þetta meira svona. Já, ég held að þetta sé eitt af því sem við eigum svolítið eftir að gera upp. Núna erum við að reyna að gera upp barnaverndarmálin og alls konar svona hluti í fortíðinni. En það hefur ennþá verið aðeins svo mikill helgiblæri eða aðeins svo mikill tabu yfir þessu. Það svona einn og einn samt sem stígur upp og segir hérna Íslendingar drukku sér þvílíkt til óbóta, það kostaði okkur þvílíkt margt sko. Við höfum fyrirgefið þetta, það var lífstíl í síldinu og öll þessari vertíð frystihúsunum og öllu því. Það var þetta svona viðurkenndur lífstíl og jafnvel romantiserað og þú veist eitthvað. Það er náttúrulega rosalega margar skuggarliðar sem að fylgdu þessari drykju og hún náði mjög ofarlega upp í allar stéttir og þá kannski liggur bara við að ég spyrji þig ef við þeytum okkur hérna til síðustu áræðinu á Alþingi. Ég var með Jódísi Skúladóttur hér við Rauðaborðið í fyrra sumar held ég hafi verið. Hún sagði að þingmenn væru slompaðir í pontu og það væri allt og mikil drykkju áfengis ómenning í tengslum við stjórnmálin. Er það svo í dag? Sko ég held að það sé nú svolítið misjafnt eftir þingflokkum og hafi verið sko. En það fylgir þessu svolítið sull sko, þessu lífi. Já. Ef þú ert ekki auðvitað bara getur þú sleppt í en það er svona en það er nú ekki algengt að fólk þingmenn séu drukknir í þingsal. Nei. En það kom fyrir, já. En ég myndi ekki segja að það væri einhver eitru drykkjumenning inn á Alþingi, ég myndi ekki segja það allavega ekki, sko alls ekki í mínu þingflokki. Nei. Og í flestum held ég að þetta hafi verið svona þokkarlega heilbrigt, sko. Já. En án þess að ég viti það nákvæmlega. Vegna þess að við vitum ekki alveg sko hverju við eigum að trúa, þannig að það er gott að fá þína einsýn í þetta, klaustursbarinn, það atvik. Þetta er í rauninni á vinnutíma þingmanna, þeir sem rætt að vera inn í þingsal. Já. Þá er hérna hópur, fólk köllum að drekka sér blindfulla sko. Já. Með því líka óskarnaðinum kemur orðfæri og dómum og kvenfyrirlitningu og öllu því sko. Og maður veit stundum ekki alltaf sko hvað er þetta bara daglega rútína hjá sumum eða hvernig er það? En þú segir ekki. Nei, ég veit náttúrulega ekki hvernig það er þessum, hvernig miðflokkurinn er sko, ég hef ekki farið með þeim á barinn. Nei, ég voru ekki farið með þeim barinn. En sko, ég get samt sagt að þegar ég kom fyrst inn á þing, þá gerðist það stundum að svona að þingkonur bara þvert á flokka fóru kannski ykkur hlið og fengu sér eitt hvítvínsglas og eitthvað svona. Já. En það stigu ekki í pontu. Skilur, það var ekki en mér fannst þetta svolítið skrítið. Já. Ég var náttúrulega alltaf að keyra á milli, þannig að ég gæti ekki verið með í þessu og mér langaði bara til þess. Er það ekki ágætt regla við eigum bara svona alveg að vera bláedrú í vinnunni? Það held ég. Er það ekki? Það held ég. Já. Og sérstaklega í svona vinnu. Já. En síðan manstu þegar að Sigmundur Ernir man eftir því. Ég hitt hann áður en hann fór í pontu. Ég tók ekkert eftir neinu. Nei. Og það er ekki fyrir þannig í andsvarinu sem að hann verður flutti bara fína ræðu. Svo sérst það að hann hafi fengið sér áfengi og eftir það var ekki farið af barinn. Þá datt þetta allt saman niður. Það var bara alveg bara, þetta gerum við ekki, þetta er ekki hægt. Nei. Svo líða árin og þröskuldinu færist aðeins til og hann var aðeins farin að færast til þegar að klausturs skandallinn varð og svo eftir það fór það aftur tilbaka. Já, þá skapast nýtt aðhald. Já, þannig að þú lætur ekki sjá þig á vinnutíma út af bar. Kannski eftir að Jódís
tjáði sig þetta fyrra sumar varð kannski Ég man þegar hún hún alltaf sjálf óvirkur alkohólisti og kannski sá þetta meira, tók betur eftir þessu kannski heldur en ég. Já, ég kannski. En og ég held hún hafi líka verið forsetastól þetta kvöld. Það var einhver landsleikur og hópur þingmanna hafi farið út á krá og fylgist með. Já, og koma svo tilbaka slampaði sko. Já. Og ég man eftir því að henni fannst þetta mjög óþægilegt. Já. Þannig, sem það er. Og það var ekki bjóða almenningi upp á. Alls ekki, bara alls ekki. Einmitt. Þetta var áhugaverður útúrdúrs sem ég langaði að taka. Þú ert þú gegnir stöðu skólameistara hvað 2005? Já. Hvað hefur þá gerst og hvaða skóla var það? Er það Fjölbraut Suðurnesjum? Já. Ég syns að þegar ég að kenna við menntaskólan á Akureyri þá aðstoðarskólameistarstaðan auglýst í Fjölbrautaskólanum og ég sótti hana og fékk hana. Já. Þannig að En heldur áfram kennslu? Já, einhver tíma svo náttúrulega smá saman stækkar skólinn og ég sá öldungadeildina og eitthvað svona. Já. Og náttúrulega bara rekstur skólans með skólameistaranum. Þú ferð svolítið úr skólastofan í reksturstjórnun. Já, en í millitíðinni, sem sagt, haustið 2003 hringdi hann í mig, Tómas Ingi Orrik, hann var þá menntamálaráðherra. Já. Og þetta þarna fyrrum konrektor menntaskólans á Akureyri. Já, akkurat. Og reynda rektor, held ég, í einhver tíma. Já, var það? Já, ég ekki alveg viss, en gott ef ekki, jú, ég held að. Já, rektor einhver ár líka fyrir norðan. En hann, sem sagt, ég var þessa helgi á Vestfjörðum og þegar hann hringir, þá ég út í vegur með kríubrikið og kríurnar alveg gargand á mig og ég heyrði alltaf hvað hann var að segja þegar hann var að biðja mig hvort ég var ekki til í að koma og taka að mér verkefni sem ég svo gerði. Þannig að þegar að skólameistarinn í Fjölbraut fer svo í leyfi þá fékk ég bara leyfi frá menntamálaráðuneytinu til að leysa hann af. Já, einmitt. Og mér fannst það mjög skemmtilegt starf að vera skólameistari og auðvitað verið búin að vera aðstoðarskólameistari og svona, en ég fekk ekki ráða öllu samt, það var ykkur þarna sem réði aðeins meira heldur en ég og mér fannst mjög gaman að gera þetta og skipuleggja námið og reyna að gera hlutina þannig að nemendur næðu árangri og liði vel. Já, ég trúi því. Og kennurum líka, sko. Já, ég trúi því að þetta hafi átt vel við þig, ekki síst út frá forsögunni. Sko, að því þú kynnist ung svona ákveðnu mótlæti og áttarði á mikilvægi stuðnings. Ef við tökum til dæmis agavandamál sem hafa komið upp í þinni skólameistaratíð, reyndir það sína skilning, mildi, fara á bakvið sögur nemendanna eða hver var svona stjórnunarstýlinn hjá þér? Já, ég held það sko, en ég auðvitað reyndi að gera það og hvetja og hjálpa en ég var líka ströng sko. Já. Þannig að ég reyndi að vera bæði með aðhald og eftirlit og reyna að hjálpa þeim ef þau átti í erfiðleikum. Já. En og líka, það var þannig líka með kennarana, vegna þess að ég hafði sem sagt farið í meistaranám aldamótin. Fékk námsleyfi og var í mastersnámi í uppeldis- og menntunarfræði. Einmitt. Og gerði þar athugun á sem sagt ég hafi lesið samantekt á rannsóknum í menntavísindum sem hefur gerð á Vesturlöndum. Það var svona öllu steypt saman í eitt til þess að reyna að draga fram hvaða væri sem að
skipti máli til þess að fyrir árangus í skólastarf og það var einhver 11 atriði sem skipti þar mestu máli og meðal annars var það starfsánægja og líðan, bæði nemenda og starfsmann og fleira. En flest af þessum atriðum hafði sko getur yfirmaðurinn haft áhrif á. Þannig að mitt mastersverkefni var ég gerði rannsóknir í öllum framhaldsskólum landsins. Ég hafði kynst finnskum prófessor Jukka Alava sem var við háskólan í Turku og hann var með svona stjórnendagreiningar. Þannig að skólameistararnir allir á landinu fóru með mér í þetta mastersverkefni og allir kennararnir. Já, vá. Þannig að ég brjáluð vinna. Ég fékk að þýða greiningaskjalið hans Jukka og leggja fyrir stjórnendurnar og síðan bjó ég til spurningalista sem að tóka þessum 11 atriðum og fleirum árangus í skólastarf sem að kennararnir allir svöruðu og síðan fékk ég flokkunum á skólameisturunum hvernig þeir hugsuðu og stýrðu og stjórnunarstíl þeirra og svo svörum kennarann og keyrði saman til þess að vita þú veist hvað og það var náttúrulega algjör trúnaður yfir þessu en hver skóli fékk sína niðurstöður. Ritgerðin bar yfirskriftina húsbóndasaugu vinna hjúana hálfa verk. Já. Þannig að okkur fór ég nú að tala þetta? Sem segir okkur hver miklu varðar að stjórnendur framhaldsskóla sé að standa sig og ég reyndi að tína til og eitthvað svona góð ráð síðan og hver skólameistur fékk sína greiningu, engin annar fékk að vita hana nema þeir og síðan þú veist hvaða væri sem að þurfti að gera og alveg eins og bara í lífinu og í uppeldinu og allstaðar þá fór það verst með skólastarfið og líðan starfsmanna og starfsánægju sinnuleysi. Ef skólameisturinn var sinnulaus þá mátti ekki búast við miklum árangri. Já, og heldur að sé þetta yfirfæra þetta yfir á flestart fyrirtæki og atvinnulíf eða stofnunarlíf? Ég held að svo bara og í uppeldinu sko. Já, og í uppeldinu, já. Og næstvest var að vera rosalega dominerandi og strangur og þú veist, gera allt sjálfur og heimta allir þegðu og stæðu og sætu eins og. Já, þannig að það er einn gullni meðalvegur sem gildir. Já, svo er þessi félagslindi sem skemmtilegi og allir liði vel hjá var ekkert endilega víst að næði miklum árangri en það var þessi greinandi sem að á þessum tíma náði bestum árangri. Já, nefnilega það. En það skiptir náttúrulega máli hvernig staðan er og við sjáum þetta líka í pólitíkinni. Það skiptir máli hvernig staðan er í flokkunum, hvers konar forusta nær árangri. Stundum er það eitthvað sem að bara verður að ráða öllu og það er eitthvað krísa, það er bara verður að taka til og gera eins og ég segi og stund nær slíkur fórustumæður árangri. En sá sinnuleysin náttúrulega nær aldrei árangri. Nei. En þú sem sagt gerðir farum að vera rétt sín og mild þegar það áttu við og velta fyrir þeir örugglega einhverju leyti félagslegum bakgrunni nemendana og þegar komað ákvarðanatöku og reyna að skilja hvers vegna gerist þetta og svo framvegis. En þú sagði líka að ég var ströng. Já, það var svona ákveðin lína sem var mátti ekki fara yfir, sko. Einmitt. Þegar var búið að gefa marga sénsa, þá þurfti það náttúrulega. Myndirðu segja að ægi væri ekki nægilega mikið umræðefni í samfélaginu? Ég er ekki viss það, ég myndi orða það þannig en sko ungmenni á framhaldsskólaaldri þurfa á aðhaldi og eftirliti að halda. Það er ekki hægt að segja eins og mér fannst vera svolítið mikið í skólapólitíkin í gamla daga að þú ert bara komin í framhaldsskóla þá bara átt þú að ráða þig sjálfur og ákveða, þú veist, alla hluti sjálfur. Þau þurfa bæði
námslega og félagslega á þessum aldri, þessum hættulegu aldri. Já, þetta hættulegur aldri, við erum sammála. Já, þá þurfa þau aðhaldi og eftirliti að halda. Já. Það þarf ekkert strangan aga. Nei. Flestir þurfa bara að vita af því að það ykkur sem að... Það eru mörg. Það eru mörg og það ykkur sem að hefur svona auga með þér. Já, umhugsunarvert. Hvað verður svo til þess, Oddný, að þú dettur inn í pólitíkina og ferðina á Alþingi? Já, ég er nú fyrst bæjarstjóri í Garðinum. Alveg rétt, ég er að gleyma því. Já. en hvað gerðist áður en þú varst bæjarstjóri í Garðinum? Hvernig virkar þannig? Hringir bara einhver í mann eða hvernig bar það til hjá þér? Já, þetta var bara svolítið skemmtilegt. Ég var bara að vinna einn mánudagsmorgun og hlaupa á milli funda í þarna á voruninni 2006. Já. Var þá aftur sem sagt komin í ráðuneytið og þá hringir ég mig kona og segir ertu ekki til í að koma til mín í kvöld og ég þekkti þessu konu ekki mikið og ræða um sveitarstjórnarmál og náttúrulega sveitarstjórnarkosningarnar vorið og ég bara einhvern veginn mátti ekki vera að því að tala við konuna, það segi bara já, ég kem bara. Það eru 2006? Já. Og ég fyrir til hennar. Það var ekkert smá gaman hjá okkur 2006. Nei, allir rosa ríkir og eða við heldum það. Já, allt í plati. En nema við setjumst þetta niður 5 konur og förum að ræða þessi mál og eitthvað og hvernig við myndum vilja sjá bæinn þróast og svona. Og vorum ekki alveg glaðar og okkur fannst vera pínu íhaldið búin að vera þarna lengi í meirihluta og komið svona valdaþreyta í eitt og annað og við ákváðum að hittast aftur og þá myndu hver og einn koma með 4 konur með sér og ég fekk lánaðan skjávarpa, við tókum bara niður málverkin í stofunni og settum bara upp á vegg og svo skrifaði niður hvað það var sem að konunum fannst að þyrst að gera og svona betur og síðan erum við búin að hittast þarna nokkur sinnum og við erum komið bara með framtíðarsýn fyrir bæinn og ánægð með hana. Var hún hvenlæg, þessi framtíðarsýn? Já, hún var það. Hún sneri að börnunum alveg sérstaklega og auðvitað skólamálunum, umhverfismálum og síðan veliðin þeirra sem eldri eru í bænum. Við lögðum sérstaka áherslu á börnin og þyrfti að byggja við skólan og allt þetta. Svo ákváðum við að setja kost og galla þess að bjóða fram og það var alltaf fullt á kostum, fannst okkur þessum 20 kellingum þannig í stofunni en eini ókostunum var að það var engin kall með þannig að við það var annar var ylisti sem er svona eins og er í svo mörgum þorpum og bæjum út landi, það er svona allir nema íhaldið saman. Já, ég veit. Og hann við vorum hann 3 sendar til samningaviðræðra svona sameiginlegt framboð og þeir samþykktu allt okkar framtíðarsýn, já, þeir voru alveg til í allt saman, þannig að við fengum nokkra kalla með okkur en við vorum sem sagt í 4 efstu sætunum voru 3 konur og 1 kall. Já. Við unnum stórsigur hreinan meirihluta í þessum kosningum og svo þessi eini kall ákvað síðan eftir nokkra mála að flytja úr bænum þannig að það voru bara konur í þessum meirihluta og í 7 manna bæjarstjórn voru 5 konur og 2 kallar og ég held að það verið mjög sérstakt bara þessum tíma einmitt og sjálfstæðismenn voru alveg brjálaðir yfir því að hafa tapað og voru svolítið erfiðir okkur. Við vorum svona reynslulausar þannig af pólitíkinni þó við höfum ég hef þetta reikið stóran skóla og allt það en já, þetta var skemmtilegt. Já. Þér er semst búið að taka við bæjarstjórninni? Já, síðan, ég gleym að segja frá því að síðan þegar það var að fara að raða á lista þá ég spurði hvort ég sé ekki til í að vera í fyrsta sæti og vera bæjarstjórnarefni
og ég hló bara, nei, ég bara að vinna í ráðuneytinu og það minn metnað liggur þar, sko, í menntamálinu, ég ekki að fara að gera þetta. Okay. Og bara nei, og svo held þær bara áfram að íta á mig, ég að gera þetta. Og ykkur bara villisgangi þá hugsaði ég, já, sennilega ég bara best í þetta. Og sagði já. Svo þegar koma að kosningunum, og við vönduðum okkur rosalega vel, við vorum með alls konar fundi, við vorum með fundi fyrir innflytjendur, fundi sérstaka menntamál og atvinnumál og allt þetta. Og ég fann að það var meðbyr með okkur. Og þegar ég lagðist á koddan daginn, kvöldi fyrir kjördag, þá vonaði ég að við myndum tapa naumlega. Að þetta var svo, ef við hefum unnið eins og gerðist náttúrulega, það var þetta svo mikið breyting fyrir mig og mína og fjölskylduna mína og þetta var svona, ég hefði ekki átt að gera þetta. En svo bara unnu við og ég var bæjarstjóri. Magnað. Kæru hlustendur og áhorfendur, þið eru að hlusta á Oddný G. Harðardóttur, ég heiti Björn Þorláksson. Ef þið hafið dottið inn í þetta spjall okkar í bílnum eða eitthvað svoleiðis, þá stendur yfir helgispjall. Við höfum rætt heima og geima í aðeins á aðra klukkustund og við erum rétt að byrja, ég hugsa sér eftir klukkutími. En upp úr þessu sem sagt líf þitt komið svolítið í annan fasa. Þú þarna orðin stjórnmálamanneskja og framkvæmdastjóri sveitarfélags að aðalatvinnu og nú styttist í örlaga tíma mikla í íslensku sögunni og hver aðdragandi þessu ferðin á Alþingi? Já, það hrynur allt þarna. Það hrynur allt. Og haustið 2008 og það ákveðið að blása til kosninga þarna 2009. Og þá bara fer fólk að hringja í mig og koma á bæjarskrifstofuna og biðja mig að fara í framboð fyrir Samfylkinguna. Ég var sem sagt bæjarstjóri á þverpólitískum lista. Við vorum ekkert að pæla í stjórnmálaflokkum. En þú varst svona krati í þínu hjarta. Já, og alltaf náttúrulega kosi í þessa átt. Og vinstri krati, getur við sagt það? Ég kaus Alþýðubandalagið fyrstu árin og síðan kvennalistan og svo Samfylkinguna. Já, náttúrulega mikil kvennréttinda og baráttukona þar. Já, ég fann mig bara, ég var alltaf sammálaðið sko, þannig ég hugsaði, akkur kýs ég þær ekki, fyrst ég sammálaðið sem að segja. Já, og en ég sagði nei, ég var búin að ákveða að vera ekki, að bjóða mér ekki fram aftur, ég ætlaði ekki að vera bæjarstjóri lengur en 4 ár. Nei. Ekki að því að ég hef ekki spjarað mig ágætlega, heldur það bara svolítið meirinn að segja það að vera bæjarstjóri og yfirmaður þá, starfsmannabæjarins í bæ sem þú ert alin upp í og bæði mamma og pabbi og þú veist, skóla, systkini, frændsystkini og það var bara og ég að taka á alls konar málum. Nálægar vandi, getur við kallað það? Og ég þetta ekki gott. Ég vil ekki offra allri fjölskyldu minni sko, fyrir þetta starf, þannig ég var búin að ákveða að vera ekki lengur. En en ég ætlaði ekki að fara á þing, nei, það var ekkit á döfunni og ég sundur sagt frá því að við Eiríkur vorum búin að kaupa okkur ferð til Tenerife. Já. Og prófkjörið hefði byrjað sko meðan við vorum á Tenerife og fyrsta lagi náttúrulega ætlaði ég ætlaði bara að klára þetta kjörtímabil og sem bæjarstjóri og í bæjarstjórn en svo auk þess þá ætlaði ég ekki að hætta við að fara til Tenerife og fyrir eitthvað prófkjör hjá Samfylkingunni sem ég vissi ekkert hvernig myndi fara. Okay. En þegar við erum þarna úti þá haldið áfram að ringja. Ég held þeim hafi fundið sko ekki, og nú ég ekki að draga úr, ég held ég hafi haft ýmislegt til málan að leggja, en það var líka kostur þegar svona stuttur aðdragandi að kostningum að bjóða eitthvað fram sem þurfti ekki að kynna í kjördæminu. Þannig úr Suðurnesjum, ég hafi verið formaður samband sveitarfélög á Suðurnesjum
og og náttúrulega skólastjórnandi í þessum stóra skóla, þannig að það þekktum allir á Suðurnesjum, þannig að það var kannski þægilegt á því leyti. Já, og helmingur af kjördæminu er náttúrulega þar. Já, svo þegar við erum komin í ró við Eiríkur út á Tenerife, þá ákveðum við bara í sammenningu að ég skildi bara gera þetta. Já. Bara bara hella mér út í þetta ævintýri og úti skrifaði ég eitthvað svona kynningablað og sendi. Já. Og tók svo restina bara prófkjörsbaráttuna þegar ég kom heim. Og ég baði annarsæti og ég fekk það. Já. Þannig kemur það til. Ég hafði aldrei komið inn í Alþingishúsið þá. Nei, en rifjaði upp hver var í fyrsta sæti? Björgvin G. Sigursson. Já. Hann var í fyrsta sæti. Já. Og Róbert Massal í þriðja. Einmitt, Eyjamaðurinn. Já. Og þetta var ágætis blanda. Ég var með Suðurnesjum, Björgvin með Suðurlandi og Róbert með Eyjarnar. Já. Og við fengum rosalega góða kosningu, sko. Þið fengum góða kosningu og það var... á þessum tíma. Já, þetta var náttúrulega alveg ótrúlegu tími, sko. Og já... Ég auðvitað fóru óbáslega margar íslenska fjölskyldur hrikalega illa út úr þessu. Og ég gleymi því bara ekki hvað einhvern veginn maður endur hugsaði alla tilveruna upp og neitt, þótt ég hafi nú reynt að vera alltaf í hópi þeirra gagnrýnu blaðamanna sem spurðu krítiskar spurninga í upptakti runnsins. Þá samt, sko, þetta voru svo mikil svikin náðu svo víða og þessi tengsl, baneitruðu tengsl stjórnmálalífs, viðskiptalífs og fjölmiðla sem voru náttúrulega svo klappstýrur eða jafnvel bara nánast hölluðu réttu máli út af því að þetta var allt saman allt og kósi í einhverjum graut. Þetta svona kallaði bara á grundvallar endurmat á stöðumann sem Íslandings og á Íslandi. Upplifðu þú það eins? Já, við vorum náttúrulega bara göbbuð, sko. Já, það var bara þannig. Og ég sjálf trúði því þegar ég man eftir einu svona viðtali við, ég var að skúra heima hjá mér og var að hlusta útvarpið og Þorgerður Katrín var að tala og eitthvað var að spyrja nú til þessa gagnrýni að bankakerfið verið alltaf stórt og eitthvað svona og hún svaraði því að mér fannst mjög vel og ég trúði henni. Við trúðum þeim, öllum. Og og ég held að við öll vonaði besta og ég held að bankamennir hafi líka gabbað stjórnmálamennina. Auðvitað áttu þeir að vera með augun opin en voru það ekki. Og það gat gerst vegna þess að það hafði orðið svo mikil umpólun í pólitískri hugmyndafræði. Já, líka. Ef frjálshyggjan hefði ekki komið af þessum krafti, veiking ríkisvaldsins, jafnvel lagðar niður gagnlegar stofnanir eins og þjóðhagsstofnun og fleira vegna persónulegs geðþótta Davíðs Oddssonar. Já. Þetta var náttúrulega bara alveg hryllilegu tími, sko. Og einhvern veginn lögð að því að bankamönnum leyfðist að veðja, leggja Ísland undir og tapa. Og það er almenningur sem bar kostnaðinn. Já, og það er svo rosalegur hópþrýstingur. Ég man að mér var tvisabóðið í ferðir út til landsteinana, svona kostaðar fjölmiðlaferðir, viðskiptaferðir, þar sem ég átti að dilla einhverjum sér íslensku viðskiptahagsmunum og ég sagði nei í bæðiskiptin því að skára væri það nú, en maður lætur kaupa sig í blaðamennskunni. Og ég man að ég fann fyrir mjög mikill gagnrýni og þrýstingi vegna þess að við vorum öll komin á svo skrítinn stað. Bara, hvað er að þér? Viltu ekki njóta tækifærina? Viltu ekki koma á framfæri? Viltu ekki pening? Viltu ekki taka þátt í þessu? Það er ótrúlega tími og við erum reið og þú fyrir nú þing í þessari stjórn, vinstri stjórn, vinstri grænna og Samfylkingar 2009-2013. Sagan gefur þeirri stjórn blendna dóma, held ég að megi segja. Sumpart eru margir bara nokkuð ánægðir með þessa stjórn. Það tókst að koma í veg fyrir þjóðargjaldþrot
auðvitað urðu mörg gjaldþrot og það var mikil eigna upptaka, margir mistu heimili sín og allt það en það var sitt hvað ágætt og ég veit til dæmis að opinber stuðningur, bara hlutir eins og barnabætur og eitthvað svoleiðis sem voru stórhækkaðar, fólk er búið að gleyma þessu sko. Þetta munaði alveg heimili landsins, barnafjölskyldur og svona sem tekjur fjallu niður, margir mistu vinnuna, ég var einn af þeim sem misti vinnuna, ég skrifaði bók það hvernig það var að missa vinnuna og hún seldist ágætlega og við svona þurftum öll einhvern veginn að finna okkur nýjar bjargir og allt það. En það sem að kannski svona sagan gaggrínir eftir á, það að fólk hafi ætlað sér of með 2 risamálum á sama tíma sem ekki var einingum og svo náttúrulega verður að segjast eins og það var ekki við menn að etja þarna í stjórnarandstöðinni, það var ekkert verið að gefa ykkur vinnufrið. Hvernig metur þú þetta skeið og horfir aftur? Sko þetta var náttúrulega þetta var rosalega erfitt og það var erfitt fyrir jafnaðarmann að koma inn í þetta verkefni og við vorum auðvitað að taka til og reyna að gera það sem þú segir, bara komast einhvern veginn á lappirnar aftur og eitt af því sem þurfti að gera var auðvitað að ná endum saman í að ríkissjóður var ekki rekinn á lánum, allt á dýrum lánum, vegna þess að vildi náttúrulega engin lána okkur nema á einhverjum okuvöxtum. Og ég man, þegar ég settist í fjárlaganefnd og horfði á töluna sem við þurftum að brúa, sem voru þá 216 milljarðar. Já, já. Og hvað að framreiknað? Getur þú skotið það? Nei, hvað ætlaði að sé? Það hellingur. Það hellingur, sko. Já, það hellingur. Og þetta var bara sko fjórðungur af velferð og þjónustunni þurfti að skera niður, sko. Og ég hugsaði bara, þetta ekki hægt. Nei. Þetta bara ekki hægt. Nei. Og það var náttúrulega valla hægt, en við gerðum það samt. Já. Og það fóru margir illa. Við horfðum á þau sem voru með minnst á milli handana og af því það stundum fyrir að tala og kenna Jóhunum að hafa búið til alls konar skerðingar inn í almannatryggingakerfið. En það sem hún gerði og talaði fyrir og fékk í gegn var að öryrkjum sem þurfti að treysta á greiðslu almannatrygginga voru tryggð rúmlega lágmarkslaun. Já. Þannig en búturinn sem bættist við þannig þú færir upp í, ég man ekki hvort þetta var kölluð heimilisuppbót eða hvað það var, hún var skert krónu móti krónu en þeir var tryggð þessi, það fór yfir lágmarkslaunið þá og stóð með þeim sem minnst höfðu í gegnum þessa kreppu. Og auðvitað, það var allt mögulegt gert til að reyna að bjarga fólki, umboðsmaður skuldara var settur á stofn og meira til. Það stundum talað sko, stundum sko þegar fólk að tala þennan tíma þá var bara eins og hálf þjóðin hafi mist heimili sína, það var ekki þannig. Það voru samkvæmt skýrslu sem til, það voru 5.000 heimili sem fleiri heldur en höfðu farið sem svo orðið gjaldþrota 4 árum áður sem urðu gjaldþrota á þessum tíma sem var ekki hægt að bjarga. En það voru auðvitað margir sem fóru ekki á hausinn en það var rosalega dýrt að halda sér réttu megin við strikið. Já. Við greiddum niður 1/3 af vaxtakostnaði. Þegar að Jóhanna og Steingrumur taka við og við með þeim, þá voru stýrivextir rúmlega 18% á Íslandi og verðbólgan rúmlega 18% líka. Þegar að við skiljum af okkur, þá verðbólga komin niður rúmlega 4%. Og stýrivextir eru þá? Já, en þá læri. Manstu það? Þeir eru læri? Ég man ekki nákvæmlega að þeir fóru niður líka, sko. Það voru 18%. Já. Þannig að þetta var náttúrulega rosalegt bú að taka við. Já. Og síðan erum við með þetta ISAF-mál og það vildi enginn lána okkur.
það vildi engin lána okkur og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vildi lána okkur en það var með ákveðnum skilyrðum og þetta voru 3 greiðslur sem við áttum að fá en við urðum áður en við fengjum greiðslu þá urðum við að ganga frá samningum ISAF sem að voru þannig að þingi gekk frá við fengum greiðsluna og síðan setti forsetinn samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin felldi svo kom næsta við verðum að gera annan samning og svo var það 3. samningurinn en nú lokum borguðu náttúrulega alla ISAF-skuldina þó var fólk vilja nú ekki horfast í augum það en þarna fór á stað rosalega erfiður svona PR-slagur sem að stjórnarandstaðan vann við urðum undir Var það vegna þess að stjórnarandstaðan hafði fjölmiðluna í liði með sér? Ég bara veit það ekki og stundum held ég að við höfum ekki verið nógu við vorum auðvitað með fangi fullt af verkefnum við gátum ekki alltaf verið að leggja upp ykkur og við þurftum að reka almannatenglana af því að það þurfti að skera allt niður sem að varða ekki bara bókstaflega líf og limi fólks einmitt og við bara töpuðum þessu áráðustríði það var þannig og svo síðan síðan nær bara Sigmundur Davíð og vopnum sínum þarna voru 2013 en við vorum ég bara ábyrgði á fjárlagafrumvarpinu sem var fyrir árið 2013 sem við unnum á árinu 2012 og þar erum við farin að sjá til lands og við gerum ráð fyrir að ná frumvarpi gerði ráð fyrir 3,5 milljarði í mínus en þegar upp á staði þá náðum við endur saman þarna mánaðamótin 2012-13 þannig að við á 4 árum sem náttúrulega ótrúlegt gátum við lokað þessu stóra gati auðvitað lagðist margt með okkur það kom makrill og olían lækkaði og það var eitthvað svona sem og ferðamenninni komu og þetta svona lagðist með okkur en og enginn taparekstur útgerðinni sem sagt svona heilt yfir nei en við gátum nú hækka veiðigjöldin umtalsvert og þá og við þurftum auðvitað að hækka skatta við vorum með auðlega skatt og ýmislegt svona sem við urðum að gera ef við höfum átt að ná endur saman sem að tókst en við vorum fann að sjá til lands og við vorum fann að gefa tilbaka og við byrjum á að hækka framlög til barna hækkum barnabætur og ég er stoltust af því að barnabæturnar í minni tíð fóru upp 30%. Þannig að það glætti þitt hjarta þegar ég dróð þetta fram á það og við lögðum drög ókeypis tannlækningum barna við lögðum drög að 12 mánaða fæðingarorlofi og opnuðum framhaldsskólana settum aukin pening þangað og við gátum sett peningar líka í rekstur í heilbrigðiskerfinu. Svo fekk maður námslán strax sem maður fór í háskóla. Gamli kallinn ég fór í háskóla. Ég var bara með stúdentspróf. 5 ára seinna var ég komið með 2 háskólagráður, bæði BA-gráðu og mastersgráðu. Það er bara tekið þetta með vinnu á 5 ára tímabili og ég man að eina ástæða þess að ég ákvaða að fara þessa leið. Fara ekki á atvinnuleysisbætur og bara henda mér í þetta ferðalag var svo að ég gæti farið beint í námið og strax fengið námslán bara svo maður drægi upp úr persónulegum fórum hluti sem eiginlega aldrei eru ekkert ræddir í dag það var hellingur af hlutum sem voru gerðir Dróttir með dýri og ég held nefnilega að þú segir að sagan gefa okkur misjöfna dóma en greiningar sem ég hef séð eru jákvæðar og sérstaklega fyrir fólki sem var átti erfitt fyrir en það blasir auðvitað við að það fengu ekki allir
bót og það hræðilega sorglegt, en þannig var það bara. Já, og hvað varðar vinnufriðin, vinnunæði, fókusin og áherslunar, þá mætti líta aftur og segja ESB-málið hafi verið óþarfi á þessum tíma. Í sko þeirri upplausn og í öllum þeim tímafreku verkefnum sem voru í gangi, þið þurftu kannski ekki það til að hvað maður að segja, til þess að ríkisstjórnin innan frá gliðnaði? Já, sko, mér fannst þetta mikilvægt. Já. Og partur af endurreisninni að gera þennan samning við Evrópusambandið sem náttúrulega efnahagsbandalag og við þurftum og voru þá, þó að við höfum tekið upp strangari reglur og svona fjármála neytendavernd eftir þetta sem eru reglur frá Evrópusambandinu, þá var samt umgjörn í kringu bankana miklu betri í Evrópusambandinu heldur en hjá okkur, til dæmis var Evrópusambandið að segja við okkur og Bretarnir og Hollendingarnir, þið verðið að vera með dótturfélög sem eru undir fjármála eftirliti okkar að því fjármála eftirliti á Íslandi var bara ekki nógu gott. Nei. Og það er ýmislegt svona sem að mér fannst að þjóð sem hafi lent svona illa efnahagslega þyrfti til framtíðar að tryggja sig betur og meðal annars með því að ganga í evrópska efnahagsbandalagið. Mér fannst það mikilvægt, sko. Og ég held að við vorum umsóknarland á þessum tíma og það hafi svona staðið með okkur svolítið þegar að koma að lánveitingum og svona þeim samningum sem við þurftum að gera við Evrópulönd á þeim tíma. Þannig ég get ekki tekið undir það að þetta hefur verið algjör óþarfi og vitleysa. Hins vegar var náttúrulega voru ráðherrar sem bara unnu gegn þessu. Já. Og Og Vinstri grænir reyndust kannski ekki sá bandamaður sem þið héldu upp að ferðalagsins eða hvað? Nei, allavega ekki í sjávarútvegsráðuneytinu. Og þar var líka sko deila við Evrópusambandið makríl á þessum tíma. Já, það kláraðist ekki. Mér fannst líka mikilvægt að fá nýja stjórnarskrá. Þetta er auðvitað stóru verkefni, en mér fannst eðlilegt að þjóð sem hafi farið á þennan stað sem við fórum, sem verið svona göppuð svona illilega og ekki með einhvern veginn umgjörð í kringu sig til þess að stoppa af mennina sem fóru svona með okkur. Þyrfti að fara svolítið í þetta. Já, í bara grunnlögin okkar. Blæðir þér enn að það hafi ekki orðið neinn framgangsskref í þessum efnum? Hvað var það nýja stjórnarskrá? Það var alltaf að segja það. Var það nýja stjórnarskrá? Já, blæðir þér enn? Já, mér finnst það bara hræðilegt og það sem að mér finnst vera, sem að við ættum að skammast okkur mest fyrir er að hafa ekkert gert með þjóðaratkvæðagreiðsluna haustið 2012. Já. Mér finnst það vera skömm fyrir íslenskt samfélag að við skildum ráðast í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo förum við ekki eftir niðurstöðinni. 16 ár síðan? Já. Hvers vegna dagaði þetta uppi? Ég held að það var bara pólitískum ástæðum. Já. Það var bara sterk öfl sem að vildi þetta ekki innan stjórnmálaflokkana þó að þjóðin segði já. Og það var líka innan Vinstri grænna og Samfylkingarinnar. Já, það var líka þar. Því miður. Viltu tala þrengra núna? Eða viltu segja mér hvað átt við þegar þú segir innan Samfylkingarinnar? Nei, menn það var bara þannig að við höfðum ekki meirihluta til þess að drífa þetta í gegn. Viltu fara inn í sérstökum nöfn? Nei. En það var þannig. Já. Því miður.
Sumir segja að við hefðum átt að sko beita þarna greininni og stoppa málþófið eftir á að hyggja og bara láta á þetta reyna. Já. En það voru líka fólk sem vildi ekki gera það vegna þess að þetta væri stjórnarskráin og það yrði að reyna að leita einhverja sátta. Já. Þannig að þetta var klemma og mjög erfitt mál. Já, ég heldur betur. Hvað með landsdóm? Geir Haarde. Var þetta þarft og gott skref og nauðsynlegt eða var þetta einhver skrípaleikur og hann skildi enda þarna einn kallinn? Sko, þetta landsdómsmáli var ekki skrípaleikur. Það var mjög alvarlegt mál og alvarlegt og var mikil áfall fyrir fólki sem að þurfti að vera þarna í einhver skoðun. Ég hef ekki, sko ég var í þingmannanefndinni. Ég hef ekki viljað tala mikið þetta mál. Nei. En ég held samt að eftir að rannsóknarskýrslan kom út að það hafi verið óhjákvæmilegt að fara í gegnum þetta mál. Ég var ekki sammála niðurstöðunni að það yrði bara forsætisráðherrann sem að færi fyrir dóminn. Nei. En þannig var það. Já. Og þetta var mjög erfitt mál. Já. Og ég tala ekki það meir. Nei. En ég get samt túlkað út frá því sem þú þó segir núna að þetta hafi verið einhvers konar hluti af tiltektinni eða uppgjörinu eða... Það var ákveðið uppgjör. Já. Einmitt. Þú kannski tekið eftir því að hluti þeirra sem að stóða að þessu máli hefur nánast farið bónleið síðar menn hafa birt opinberar yfirlýsingar og sagt sjá eftir því að hafa tekið þátt í þessu ferli og ég hef lagt saman 2 og 2 og fundið það út að fólk gerir það stundum að reynum viðskiptahagsmunum að bara þér sé illa vært í samfélagi sem áratugum saman stjórnað á svona sterkum öflum sem hafa sérhagsmuni af ákveðinni stöðu og ákveðinu formi að sá sem ekki styður eða studdi þessi öfl lengi hann stóð bara nakinn út á berangri í lífsbjargarlega tilliti og það kunna skýra einhverju leyti að það hafa nokkrir aðilar síðar stigið fram og hálfbeðist afsökunar á að hafa tekið þátt í þessu ferðalagi. Hvað segirðu slíka tilgátu? Ég bara veit það ekki, sko. Það getur vel verið að fólk hafi orðið fyrir aðkasti og ekki fengið framgang fyrir að ef þeir hafa tekið þátt í þessu, sérstaklega þeir sem voru í þingmannanefndinni. Já. En ég get sagt að ég hef ekki séð eftir neinu. Nei. Því á þessum tíma, byggt á þeim gögnum sem við vorum með, þá gat ég ekki komist að annan niðurstöðu. Þannig að Hannes Holmstein hafði nú samband við mig og spurði hvort ég vildi ekki biðjast afsökunar af þessu öllu saman og ég svaraði því bara til ég myndi ekki ræða þetta við hann. Nei. En ég veit að hann hafði samband við alla þingmenn á þessum sem að greiddu atkvæði öðruvís en honum fannst gott og einhverjir báðust afsökunar. Þannig að þrýstingurinn augljós. Já. Svona vinnur Hannes. Gott og vel. Ég sagði í upphafi þessa spjalls okkar að þú væri fyrsta íslenska konan sem hefði gegnt starfi fjármálaráðherra. Hvað var þetta langur tími? Þetta voru bara 9 mánuðir. Já. Rétt, rúmlega það. Já. Og þá kemur enn ein lífsreynslan. Að fara að gegna því starfi var þetta svona 24/7 jobb sem að sletti. Já.
algjörlega. Já. Og svo gerist það þú veist, ég tek við hann í desember eða alveg lok árs 2011 Já. og mér minnir að Katrín Júlíusdóttir sem þá var iðnaðarráðherra hafi þurft að fara, hún gekk með tvíbura og hafi verið eitthvað, þurft að fara fyrir en alla í febrúar, eitthvað í lok febrúar og það þurfti ykkur að taka við iðnaðarráðuneytinu. Já. Og ég man nú ekki hvernig það hefur náttúrulega verið eðlilegast að Össur hefur tekið það með utanríkisráðuneytinu, hann man einu sinni iðnaðarráðherra. En það einhvern veginn axlast þannig að ég tek iðnaðarráðuneyti líka og það átti bara að vera rétt á meðan að vera að koma rammaáætluninni í gegn og klára tillöguna til þess að fara mig í gegnum þingið og svo bara tók það 4 mánuði minni mig eða ég mælti fyrir tillögunu samt vorið en að vera og ég man eftir því að ég var í símanum í ráðherrabílnum á kvöldin og á leiðinni heim og á morgnana til þess að græja þessa þingsályktana tillögu rammaáætlun og svo reyndi ég að vera fjármálaráðherra þess á milli. Þannig að þetta var eiginlega bara ekki hægt. Nei. En ég lærði rosalega margt á þessum tíma. Já, trúi því. Varst aldrei nálægt kulnun eða slíku? Nei. En ég horfði samt aldrei, til dæmis á þessum tíma, aldrei á heilan sjónvarpsþátt. Nei. Það var alltaf stanslaust áreiti en það var engin tími fyrir Netflix. Nei, ég veist ekki eins og það verið til og kannski var það ekki eins og til. Kannski var það ekki eins og til þá. Nei, en þetta var en ég hef oft sagt það sko að og ég suma daga bara reyndi ég að lifa svona frá klukkutíma til klukkutíma, komast í gegnum verkefnin því að margt þarna var auðvitað nýtt fyrir mér og ég þurfti að læra á mjög margt í báðum ráðuneytum en það er líka þekking sem verður ekki frá mig tekin. Nei. Og ég bjó að henni og alla mína þingsetu eftir það. Já, og býrðu þetta enn að henni? Já, og það er bara það var mjög gott. Já. Síðan er kritísku punktur eftir að það verða stjórnarskipti og allt í nú sko bara samfylkingin komin í útrýmingarhættu og þú færð ég vil bara segja snilldar hugmynd sko. Það hefði geta alveg farið eins fyrir samfylkingunni eins og ef það er að fara þannig fyrir Pírötum og AFG að þeir ekki aftur einhverjum á þing þá getum við að tala að það er fortíð síðar en við getum það ekki núna en það er þegar sko þú hringir í eða ég veit ekki hvort þú hringdir í hann eða hittir hann en það er þegar þú afsalar völdum sko og þú ert orðin formaður samfylkingarinnar eftir allt þetta umrót og mjög mikla breytingar og fylgi flokksins komið niður í lít sem ekki neitt 3 eftir í þingflokknum og þú hefur samband við Loga Einars og þú biður hann að taka við flokknum að mér skilst svona ekkert við sérstakar undirtektir hans til að byrja með en það upp úr því þá fær flokkurinn svona kannski 9 áru þurfti einhvern veginn að stimpla sig til leiks með nýjum hætti Logi kom inn með svona sjálfa sig í raundóttu fötunum glaðvær og skemmtilegur og síðan náttúrulega er samfélkingin stórveldi í dag og maður getur alveg skoða þennan tímapunkt þegar maður fer aftur sem mjög kritískan að það hefði getað farið í báðar áttir. Hvað varstu, hvernig kom þetta til þín að það gæti verið góð hugmynd að þú myndir bara stíga til hliðar og Logi tæki við samfélkingunni? Hvað varstu að hugsa og hvers konar plott var þetta? Já, ég var aðeins að fá að bakka. Já. Við vorum þegar ákveðið var að fara í formannskostningu í samfélkingunni og kjósa á landsvísu þannig að það eru allir það var ekki bara kosið á landsfundi heldur var þetta kostning meðal allra samfélkingamanna
þá liggjum við svona 6-7%. Já. Og þannig að það var náttúrulega augljóst að staðan var mjög erfið. Já. Við vorum þarna 4 í framboði og ég vinn þessa kosningu. Það í júní sem að niðurstaðan liggur fyrir. Tekum við Árna Páli, svona hlustendum áhörendum til glöggvunar. Já, tekum við Árna Páli. Þar á undan hafi verið Össur og svo Jóhanna. Er það ekki fyrirlinn? Jú, Árni Pál tekur við á Jóhannu, sko. Já, einmitt. Já, og þetta í júní og þetta er fótbolta, við erum að vinna, þjóðin var öll að horfa á fótbolta þarna. Já. Og svo fór hún að kjósa sér forseta. Kannski fyrst kursum við forseta og síðan var fótboltinn. Það var allavega, var enginn að hugsa pólitík á þessum tíma og það var svolítið erfitt einhvern veginn að ná til fólks nákvæmlega þarna. Og svo voru kosningarnar í október, ef mann rétt. Þetta rennur nú svolítið saman þessi tími. En allavega var ég formaður á þessum tíma í tæpa 5 mánuði. Þannig ég hafði auðvitað engan tíma til þess að gera það sem þurfti að gera í þessari erfiðu stöðu. Og við bara í fórustu fólkið, sko. En svo kemur á kosningunum og þetta fer svona að við fengum þó 3 þingmenn og það skipti náttúrulega mjög miklu máli og það verður til þess að við höldum okkur á lífi. Það að fá ekki þingmann, það hefur verið rosalegu skellur. Já. En mér fannst bara það að þetta skildi fara svona og þetta var svona mjög afdrifarík niðurstaða. Já. Þá fannst mér að viðbröðum þyrfti að vera í takti við það. Já. Er það Þórunn Sveinbjarnardóttir sem er 3. þingmaður? Þú, Þórunn og Logi? Nei. Það er Guðjón Brjánsson. Já. Og þeir höfðu hvoru ég verið á þingi. Og ég ákvað það að það formaður þyrfti náttúrulega að gera eitthvað í þessari stöðu og ég ákveði að segja af mér og Logi tekur við. Sem var þá varaformaður, sko. Já. Hann var svona, fyrst var hann alveg bara hvað ekkert verið að gera þetta og eitthvað svona en ég var búin að ákveða þetta og svo bara ákveði ég fara ekki, heldur styðja Loga og Guðjón og vera með þeim bara og við vorum 3, við tókum þátt í öllum sérstökum umræðum á þinginu, við lögðum fram þingmál, við unnum dag og nótt. Já. Og einmitt eins og þú segir, Logi kom inn með sína glaðværð. Já. Og Guðjón er líka skemmtilegu maður. Já. Þannig að það var mikið hlegið í þessum, við hlóum okkur svolítið í gegnum þessa erfiðu stöðu. Já. En við stóðum okkur vel. Já. Við héldum samfylkingunni alltaf í samtalinu. Já. Og við fórum svona í skoðanakönnunum hægt og rólega upp og við erum komin þarna í rúm 10% þegar að svo vel vill til fyrir okkur að ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar springur. Já. Það var laðist með okkur, sko. Því við höfum auðvitað haldið áfram, en ég veit ekki hvort að við hefðum haft þrek í, 4 ár svona, eins og við höfum okkur þegar við vorum að vera, reyndum að vera allstaðar og hlupum milli nefnda, við gerðum allt mögulegt. Já. Til þess að halda fyrir flokknum okkar inni. Já. Og ég verð að segja það að flokkurinn, stofnanir flokksins, stóðu með okkur, þessum 3 þingmönnum. Við gátum alltaf leita til málefnanefndana og það voru ákveðnir einstaklingar sem að hlupu alltaf til og hjálpuð okkur í þessari stöðu. Og það finnst mér svo, það er nefnilega flokkurinn og stofnanir flokksins skipta rosalega miklu máli. Þú getur vanræktar þessar stóðir þegar að þú þegar að vel gengur. En þegar að fyrir að gefa bátinn, þá eru það nauðsynlegar.
Þannig að ef þú heldur þú getur vanrætt þær, en þær þurfa að vera til staðar þegar að fer að blása á móti. Ég skil þig. Þú sem sagt ákvaðst að spyrja Loga hvort hann vildi taka við formennsku af því að þér fannst þú skulda kjósendur Samfylkingarinnar og almenningi breytingu vegna þess hvað fylgi flokksins var orðið lágt. Já. Þú axlaðir ábyrgð með þessu. Ég var búin að ráðfæra mig við með stjórnmálafræðinga og svona fólk sem að með reynslu hvað ég ætti að gera í þessari stöðu. Flestu voru á því að ég ætti að byggja upp flokkinn og koma á betri stað áður en að Þú myndir stíga til hliðar. Ég myndi stíga til hliðar. Já. Þú gerst gegn þeim ráðum. Já, vegna bara það var bara eiginlega kvöldi áður en ég ætti að fara á Bessastaði að tala við Guðna og allir formennirnir fóru og ég var með tilkynningu akkurat þar bara. Að þá fannst mér fannst það að vera tímapunkturinn og mér fannst það skipta máli að gefa flokknum aðra ásýnd. Gefa fólki afsökun til þess að líta til okkar og með jákvæðum hætti. Já. Og ég held að það hafi verið rétt skref. Ég hugsa það líka og ég held að sagan seti margs á það. Og þetta svona eina af þessu stundum í þínu lífi sem að leið til þess að ég leiði mér í eingangnum að kalla það prinsipkonu og það eru svona augnablik sem að skipta mjög miklu máli held ég og þetta var góð ákvörðun hjá þér. Já. En svo þegar ég var búin að taka hana og ég var búin og fréttamennirnir voru þarna með í ganginum og ég geri þetta eiginlega í beinni útsendingu, fæ ég að lesa upp þessa tilkynningu. Og svo ég keyrði frá Bessastöðum þá og þegar ég sagði reynda þegar ég var inni hjá Guðna og sagði hann frá þessu þá fór ég svona lága aðeins tárin að þetta var ekki auðvelt Nei, ég trúi því. Og Guðni var svo góðu við mig. Hann sagði bara já, þetta er bara róleg og slappa bara af og jafnaði þig og svo farðu svo fram og segði þeim þetta og gaf mér bara þann tíma sem ég þurfti til þess að jafna mig. En svo því ég keyrði afleikjarna frá Bessastöðum og fjölmiðlamennirnir eftir mér og það var ég bara alveg, sá ég alla út fyrir tárum og stoppaði á bensinstöðinni í Garðabæ og hringdi í Eirík og sagði þú verður að taka rútun og koma til mín sem að gerði. Já. Skilur það alveg. En þetta var samt, já, ég held að þetta hefur bara verið gott skref. Má opinber embættismaður eins og forseti Íslands á svona tilfinninga augnabliki má hann til dæmis bara taka utan þig? Alveg örglega. Gerða það? Ég man það nú ekki. En ég man bara hvað hann öðlaðist mína tryggð eftir þetta því ég fann hvað hann var góður maður. Það er oft þegar maður er einn inn í herbergi með einhverjum að þá áttar maður sig á því við erum náttúrulega flest góð en stundum fær maður bara á 2 mínútum vissu. Já, akkurat. Sko, ég er búin að halda þér ansi lengi átni og ég veit að þetta tekur í. Ég vil ekki að sleppa þér alveg strax. Nú. Nei, ekki alveg. Ég vil fara aðeins lengra með þig ef við komumst þangað. Það fæðist stjarna sem heitir Kristrún Frostadóttir. Persónufylgi hennar er náttúrulega mikið. Og hún er orðin forsætisráðherra og Samfylkingin sem var í ólgusjó mörguleiti svona olnbogabarn samtímans í Vinstristjórninni 2009-2013. Hún hefur bara Samfylkingin er bara meira áttar afl. Vinsældir ríkisstjórnar lengst af mælst með himinskautum og augljóslega mjög mikill áhugi og vilji hjá íslensku þjóðinni að sjá róttæk stjórnarskipti. Þannig að hún hefur fengið gott veður og svona. Þú ákvaðst að gefa ekki kost á þér í alþingiskosningunum 2024, var bara komið gott eða var einhver svona persónuleg ástæða?
sko, ég var 68 ára gömul, sko, að verða. Já. Og búin að vera þarna tæp 16 ára á þingi. Já. Ég var, sko, þegar ég ákvaði að fara aftur fram 2021, þá var sko, sérstaklega yngri stelpa mín var búin að biðja mig að hætta þessu. Já. En hún svo viðkvæm fyrir gagnrýni á móðu sína. Já, ég skil. Og fjölskyldu stjórnmálamanna náttúrulega þurfa að þola eitt og annað, sko, að hlusta á eitt og annað. Já. En þá fann ég nefnilega í COVID, ég var í efnahags- og viðskiptanefnd og við fórum með mörg frumvörp í gegnum þingið í þeirri nefnd, en ég fann bara hvað reynslan skipti miklu máli. Já. Og ég gat lagt margt til málana í þessari stöðu. Þannig að gengi í gegnum kreppuna. Já. Áður og það var hægt að nota mörg meðal sem að við höfðum pröfað þá inn í þessa stöðu og svona, ég fann bara að reynsla mín skipti bara máli. Já. Og bauði mig fram aftur þess vegna. Já. En ég var alltaf búin að ákveða þetta mitt síðasta kjörtímabil. Já. Svo var ég svona í huganum búin að hugsa mér, ég myndi hætta í febrúar, sem sagt 2024. Já. Og nei, ekki 2025. Ég var búin að ég var í Norðurlandaráði og varaforseti Norðurlandaráðs árið 2024. Bryndís Haraldsdóttir, forseti Norðurlandaráðs, og við vorum með mjög metnaðarfullt formannsprógramm og mjög langaði til að klára það. Já. Og svo gat ég alveg hugsað mér að hætta þá og gefa næsta manni tækifæri til þess aðeins að vera með síðustu dagana í þinginu. En þá bara ákvað Bjarni að slíta. Já. Þannig að það kom aldrei til. Nei, en það var semst komið gott. Já. Og við Eiríkur, við erum sem betur fyrir við góða heilsu bæði og okkur bara langar til þess að leika okkur svolítið. Og meðan við getum. Þú hefur skilað þínu líka, er það ekki? Má ekki segja það? Jú, það má alveg segja það og það var bara, þetta var bara fínt og komið gott og það ekki margir sem hafa verið svona lengi á þingi. Hvað eru þau árin marg? 15, eða rétt tæp 16 ár, sko. Já, einmitt. Það var bara ágætt. Það er ágætt, sko. Og ég bara er bara þakklátt fyrir margt sem ég hef fengið að taka þátt í á þessum tíma og auðvitað er ég eignast ég marga vini í flokknum og mér finnst sko þakkarvert og mér finnst ég svona mesta flokkurinn á einhvern veginn mesta þakka því fólki sem fór ekki frá okkur þegar illa gekk. Já. Og stóð vaktina með okkur, bæði okkur og svo sveitarstjórnarfólkinu út úr landið. Já. Og það er það fólk sem að verður til þess að við lifum af. Já. Svo koma standamargir upp úr sófónum sko og vilja vera með í sigurliðinu. Það er bara allt annað sko. Það eru hinir sem aldrei fóru sem eiga þakkarskildar. Og þessu marki eru vinabönd einnig brend að maður finnur það í vináttúrsamböndum hverjir hlaupa undan einmitt í krísunni og ekki sko. Já. Þú ert enn með pólitískan áhuga augljóslega. Ég veit ekki hvort ég get sagt eldmóð en þú hefur til dæmis bara komið reglulega í þætti sem ég hef séð hér við Rauðaborðið. Ég held að þú hafir alltaf komið þegar þú hefur getað komið þegar ég beðið að koma í pólitíska umræðu og fréttir og þjóðmálaspjall og svo leiðis og mér finnst mikil fengur í því að þú hafir haldið áfram að tjá þig. Ég veit að umhverfismálin eru þeir hugleikin. Þú er áhyggjur af þeim. Þú ert svolítið svona, þú ert í hópi þeirra sem að telja það vanti ákveðna raddir inn á alþingi núna. Er það ekki rétt? Jú. Það er náttúrulega líka bara augljóst sko. Það vantar aðhaldið á vinstri í þingsalnum sko. En mér finna sko umhverfismálin og loftslagsmálin, þetta eru sko stærsta sameiginlega verkefni mannkyns er að
að taka á í þeim efnum og við eigum svo mikið undir Íslendingar. Það bara súrnun sjávar og líffræðilegu fjölbreytileiki og breytingar og hafstraumi. Við eigum bara tilveru okkar undir. Við ættum og hefum átt að vera undanfarin ár eins og grenjandi ljón í þessu málaflokki. Og nú segja margir, þú veist, þú talar ekki svona fyrir 15 ára. Nei, ég gerði það ekki. Þá var okkur ekki ljóst í hvað það stemdi. Og vera mín í Vestnorræna ráðinu og Norðurlandaráðið og með vera talsmaður norræna jafnaðarmanna í norðurslóðamálum hefur bara kennt mér svo margt og maður horfir upp á það eru svo hraðar breytingar á norðurslóðum, loftslagsbreytingar sem að ógna ekki bara tilveru manna og dýra þar heldur okkur alla norðurslóður eru undir og auðvitað ekki bara norðurslóður heldur allur heimurinn og eftir því sem að loftslagsváin verður meiri því meiri hætta er á að það verður bara ekki lífvænlegt hér á landi. Efnahagslega náttúrulega stórhættulegt en líka bara erfitt ef að hafstraumarnir breytast þá verður ekki hægt að búa hérna. Og maður skildi ætla að þú væri læs á gögn og skýrslur og vísindi, skólamannskjan, fyrrum skólamestari. Það hvað segir við efasemda fólki sem segir þú ert bara að bulla og þetta ekkert svona. Allt fólk sem að talar eins og þú, það hefur hag að því að fá áframhaldandi milljarða spýtingu frá ríkinu, frá hinum og þessum stofnunum til þess að geti haldið áfram að öskra heiminnar að fara til helvítis. Já, þetta er náttúrulega bara svo heimskulegt fyrirgefið orðbragðið, sko. Því það svo greinlegt hvað er að gerast. Og jöklarnir á Grænlandi og Norðurslóðum að bráðna. Og eftir sem þeir bráðna hraðar þá koma í ljós sko, klettar sem eru dökkir þeir draga í sig hita og það það bráðnar enn hraðar og þegar ferskvatn ekki fer út í sjóin þá er hætt á því að straumarnir breytist og hætt að flytja til okkar hlýjan sjó og sem að við höfum bara byggt okkar tilveru á og þetta er bara staðreyndir og ég hef engan hag af því að halda þeim fram en það var ég hitt einu sinni eitthvað staðar Stefán Jón Hafstein og hann var eitthvað að segja hvað er þetta að gera og ég sagði ég hef nú bara að leika mér en það er tvennt sem ég langar til að vinna í og það eru loftslagsmál og friður í heiminum þessi tvö litlu verkefni og ég myndi finna út hvernig ég gæti lagt þarna eitthvað að mörkum og þá segir hann já ég er nú bara formaður í félagi sem að þú ætti nú að gangi í sem er Aldin og hann skráði mig bara í félagi og þar er ég búin að vera og er núna orðin formaður hóps orkunýting og orkuskipti og það er svo skemmtilegur hópur það eru 50-60 mann sem að hittast einu sinni í mánuði það er svo mikið þekking í þessum hóp og það er svo mikilvægt að nýta hana þannig fólk sem er stútfullt af þekkingu og hefur tíma til að vinna úr henni og miðla Efasemda fólkið að hluta til augljóslega talar eins og það talar vegna þess að því finnst svo mikil hætt á að hagkerfi heimsins einhvern veginn bara riði til falls sko. Ef við förum allt í einu bara 1, 2 og 3 að grípa til þeirra aðgerða og framkvæma þar breytingar sem að þyrfti að gera ekki satt, er það ekki líklegasta skýringin eða hvað segir þið? Ég það náttúrulega hagur einhverja að gera ekki neitt og halda áfram að dæla upp olíu og brenna henni og þú sér þú heyri hvernig Trump talar þetta er stór hættulegt En sko byggi ekki hagkerfin á ósjálfbæri Jú, en þau þurfa bara að breyta sér það verður ekkit svona hagkerfi til ef við höldum svona áfram það er bara þannig það eru mjög margir sem verða að skiptum skoðun ef að við eigum að lifa þetta af í bókstaflegri merkingu fólk verður bara að skipta skoðun og beina kröftum sínum og peningum í aðra átt. Veistu það, þarna sá ég skólameistarinn niður og mér leið eins og nemenda. Nú, já. Og ég bara hugsaði með mér, ég þarf að hlusta á þetta. Já.
En Oddný, mér hefur fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að spjalla við í síðustu 2 klukkustundir og ég veit heilmargt núna bæði þig persónlega sem ég ekki vissi og svo líka bara samfélagslega sem ég ekki vissi og mér finnst tengingin á milli svona persónusöguðinnar og hinn samfélagslega, hún skýrari núna og skarpari. Hvernig hefur þér liðið í þessu spjalli? Heyrðu bara ágætlega. Ég viðurkenni það að ég var svolítið stressuð því ég settist hérna niður. Já, einmitt. Að því líka, ég vissi ekkert hvernig ég átti að undirbúa mig. Nei. En ákvað bara að svara þínum spurningum. Já. Og þú ert svo sem ekkert vön að ræða engalífið með þeim hætti sem þú hefur gert uppvöxtinn og svona. En fannst það nokkuð óþægilegt? Þótt að tækja á? Nei. Það er ekkert óþægilegt. Nei, einmitt. Það er gott. Ég hefði helst ekki viljað fara með það út í helgina að hafa gert þér einhvern miska. Já, nei, langt frá því. Ljómandi gott. Kæra þakkir fyrir ítalegt og gott spjall og gangið þér allt í haginn, Oddný. Takk sömuleiðis. Og þátturinn þá á enda í dag. Ég minni hér á úrval eftir hádegið, brot af því efni sem að við teljum mikilvægt að taka saman í einu þætti og endurbirta og svo á morgun ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að vera einn með syni Egils vegna fjarveru Gunnars Smára. En svo minni ég ykkur líka bara á að við getum kallað að við göngum hér með söfnunabaukin. Við erum háð ykkar fjárframlögum, kæru hlustendur og áhorfendur og það eru einhver 1000 ykkar sem styðið okkur og styrkið. Hverju mánuði, við erum mjög þakklátt fyrir það en sannlega myndi framtíð okkar verða tryggari ef þeir væru aðeins fleiri. En ef þú ert aflögu fær, kæri hlustandi eða áhorfandi og hefur ekki komið því í verk að styrkja okkur en þér finnst okkar dagskrárgerð þess virði að styrkjana, endilega lítu við á vefslóðinu samstöðin.is og hakaði þar við hnapp sem heitir áskrift og þar getur við gegn mjög hóflegu mánaðargjaldi aðeins 2750 krónur. Haft mikið með það að segja hvort við höldum áfram að búa til efni fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni.